Næsta langar mig að bjóða á svið Andra Þór Guðmundsson. Hann forstjóri Ölgerðarinnar og það sem meira hann búinn að vera forstjóri Ölgerðarinnar í 20 ár. Hann á afmæli á þessu ári því að hann hóf störf og tók þessu hlutverki árið 2004. Hann hefur leitt fyrirtæki af stað í virkilega metnaðargjarna sjálfbærni vegferð. En Ölgerðin hefur einmitt sett sér vísindalega mörkuð markmið undir merkjum Science Based Targets Initiative. Andri mun deila með okkur hvernig við innleiðum sjálfbærni inn í kjarnareksturs og náum þannig raunverulegum árangri. Gjörðu svo vel, Andri. Ágætu fundagestir. Það ansi mikið af öndrum hérna í herberginu í dag. Óvenjuleg tilviljun. Einn af okkur kannski á leiðinni í forsetann, ég veit það ekki. Hver veit, ég vona það. En að móta menningu fyrirtækjamenningu, það eitt allra mikilvægasta verkefni leiðtogans. Vegna þess að ef að menningin styður ekki við stefnuna, árangurinn í besta falli tilviljunarkenndur, en oft engin. Sjálfbærni vinnan hjá fyrirtækjum, hún má ekki vera tilviljunarkennd. Hún þarf að vera strategísk, hún þarf að vera með skýran tilgang og hún þarf að vera framkvæmd af ástríðu og einlægni. Og hún þarf að fá einlæga athygli frá æðstu stjórnendum fyrirtækja og umfram allt að þá þarf menningin í fyrirtækinu, hún þarf að taka utanum og fagna þessari vinnu. Við hjá Ölgerðinni erum í sjálfbærni vegferð til að stuðla betra samfélagi fyrir okkur öll. Við erum búin að setja okkur metnaðarfull markmið, Science Based Targets, losun og varðandi starfsemina og við mælum allt í virðiskeðjunni. En við eigum mjög langt í land. Ég verð bara að vera algjörlega heiðarlegur við ykkur, við eigum mjög langt í land. Þótt að við séum eitt af þeim fyrirtækjum sem hvað fremst hérna á Íslandi eða lengst komin, þá hellingur óunninn. Við höfum náð utanum hluta af kolefnisspor okkar í virðiskeðjunni, en alls ekki allt. Og við eigum enn eftir að ná utanum ákveðna hluti í virðiskeðjunni. Við erum þessi misserinn að gefa út starfs- og siðareglur eða Code of Conduct. Við erum búin að taka til heima hjá okkur, getum við sagt, en núna fer fókusin smátt og smátt á byrgja og stanslaðstaðila. Við munum áhættumeta okkar byrgja og taka stærri samtöl eða byrgjamöt á næstunni og sérstaklega á þeim sem í áhættusömum iðnaði eða á áhættusömum svæðum. Og þetta gagnsæi svo mikilvægt. Þetta lykilatriði auðvitað í nútímanum að skapa þetta traust á milli atvinnulífsins og neytenda og samfélagsins allt. Við þurfum að hafa þetta fulla innsæi inn í alla virðiskeðjuna. Við þurfum að geta staðfest öll skrefin í framleiðsluferlinu og það mun að sjálfsögðu leiða til aukinnar hagkvæmni og minni umhverfisáhrifa. En ég undirstrika við eigum langt í land. Það engin spurning. En hér í dag ætla ég að segja ykkur aðeins frá okkar vegferð og hvernig við erum að vinna með stefnu og menningu í fyrirtækinu og reyna að tvinna þetta allt saman. Okkar framtíðarsýn að vera fyrsta val eða val númer 1, ekki bara viðskiptavina og neytenda, heldur líka samfélagsins fjárfesta og starfsfólks. Og ekki bara núverandi starfsfólks, heldur líka framtíðarstarfsfólks. Vegna þess að við þurfum að skapa eftirsóttan vinnustað. Við viljum draga til okkar hæfasta starfsfólki í framtíðinni. Stefnan hjá Ölgerðinni, hún mótuð og tálkuð reglulega og við setjum hana oft fram, kannski til 3 til 4 ára í senn. Og við reynum að hafa hana myndræna og hvetjandi. Og síðasta stefna kölluðum við R24 eða Roadmap 2024. Og þessi stefna hefur nú verið endurskoðuð og ég sýni ykkur það aðeins á eftir. En á
þessum tíma sem við unnum eftir þessari stefnu, þar sem að við lögðum fjölbreytileika og sjálfbærni meðal annars á oddinn, að þá hefur velta okkar aukist 70% og EBITDA 130%. Þannig að við höfum svo sannarlega náð árangri. Og við setjum okkur svona, við getum sagt, aspirational eða jafnvel draumkennd markmið. Eitthvað sem að hvetur starfsfólkið áfram og fær okkur til þess að upplifa að það eitthvað meira í vinnunni heldur en bara að selja Pepsi Max. Við höfum lagt áhersluna á að skapa sem sagt fordómalausa menningu og jafna möguleika óháð kyni, og við reynum að sýna það í verki, ekki bara innanhús, heldur líka í okkar markaðsstarfi. Og eins og skáldið Oscar Wilde sagði eitt sinn að það er aðeins eitt verra en að það sé talað um hann, að það er að það sé ekki talað um hann. Og þá líka við vörur. Það hefur sennilega ekki farið fram hjá nokkru manni hérna í salnum að við breyttum slagorðinu fyrir Kristall. Það sést hverjir drekka Kristall var það sem við notuðum áður, en nú segjum við það sést hver drekka Kristall. Sem sagt, hópurinn sem drekkur Kristall og vísar í slagorðinu fer úr karlkynni í hvorugkyn. Og umræðan fór af stað að sjálfsögðu, en sem betur fer ekki fólk eða efnið, heldur málfræðina. Og á samfélagsmiðlum birtust athugasemdir eins og kunnaðu ekki íslensku, þetta ekki rétt beygt, og Kristall ekki karlkynsorð? Jú, vissulega Kristall karlkynsorð. En sko, þetta ekki það sem skiptir máli. Þetta málfræðilega rétt. Hver íslensku fræðingurinn á fætur öðrum hefur stigið fram og sagt að þetta sé málfræðilega rétt. Og ég fullyrði að það langt síðan að íslensk vara hefur fengið viðlíka umfjöllun í tengslu við íslenska málfræði. En ég tek þetta hérna sem dæmi vegna þess að þetta dæmi ákvörðun sem að stjórnendur þurfa að þora að taka. Jafnvel þótt að hún kunna vera áhættusöm eða óvenjuleg. Það sem að skilur okkur að í Ölgerðinni fyrirtækja menningin. Okkar menning sett fram með þessum hætti í JHF og stendur fyrir jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni, og í okkar DNA bara ákveðið orkustig og framsækni. Við þorum að taka áhættur, við þorum að gera mistök og við tvinnum inn í menninguna viljan til þess að gera stöðugt betur. Að gera betur í dag en í gær og vera með stöðuga umbótavinnu. Og aðeins með þeim hætti náum við að í þessu 111 ára gamla fyrirtæki að skapa okkur samkeppnisforskot. Sem dæmi menningu stöðugra umbóta að þá höfum við verið með keppnir, umbótakeppnir. Það svo auðvelt að setja þetta í eitthvað form og keppni og í ganginni hjá okkur eru svona 2 súlur sem þið sjáu þar sem við fyllum einn tappa fyrir hverja lokna umbót. Og þetta ýtir undir þetta hugarfar að minnka sóun vegna þess að í fyrra að þá skiluðum við 675 umbótaverkefnum og langflest af þeim snúa í raun og veru að sjálfbærni eða minni sóun eða minnka tímasóun eða gera lífið okkar auðveldara. Og bara svona sem dæmi eitt af þessum umbótaverkefnum að við höfum verið að gera tilraunir á því að eima bjór sem að aflagast eða kannski ekki nægilega góður í staði fyrir að hella honum í ræsið, þá erum við að prófa eiman og búa til vodka. Og við erum jafnvel að prófa að nota kaffikorgin á kaffistofunum til þess að gera kaffivodka. Ég veit ekkert hvert það leiðir okkur og kannski verður þetta aldrei söluhæf vara, en það þessi vilji til þess að vera að gera eitthvað nýtt, gera eitthvað betur í dag en í gær og nýta hlutina betur.
svona tvinnum við þetta inn í okkar stefnu. Og nýja stefnan okkar sem að við erum að fara að kynna þessu dagana heitir S27. Og eins og þið sjáið á myndmálinu að þá erum við á hraðferð inn í framtíðina. Ef að okkur fannst breytingarnar vera hraðar á undanförnum 5 árum, þá segi ég bara spennum beltin út af hlutirnir að fara að gerast miklu hraðar á næstu árum. Og við ætlum að leggja áherslu á 4 atriði og reyndar S27 stendur fyrir kannski þessi 4S sem eru þarna á skjánum, líka kannski fyrir bara stefnu 27, það skiptir ekki máli. En auðvitað sóknin mikilvæg og þessi stafræna umbreyting, en það sem ég langaði að tala um í dag sjálfbærnin og starfsfólkið. Og af hverju við erum að leggja þessa áherslu. Í sjálfbærninni auðvitað erum við með markvissar fjárfestingar. Við erum með kolefnishlutleysis markmið fyrir 2040, endalaust mikið af verkefnum, en við beinum sérstakri athygli að starfsfólkinu. Við höfum verið að leggja áherslu á fjölbreytileika á undanförnum árum, en nú erum við með starfsmannamiðaða viðskiptastefnu. Og af hverju það? Jú, það vegna þess að við þurfum að hlúa vel að starfsfólki, við þurfum að endurmennta starfsfólkið og endurþjálfa það vegna þess að á næstu árum að þá eftirspurn eftir, hún að breytast. Það að segja, við þurfum aðra hæfileika heldur en kannski fyrir eru hjá starfsfólkinu. Þannig að við þurfum skapandi hugsun og greiningarhæfni og við þurfum eiginleika sem að til dæmis gervigreindin getur ekki endilega leyst fyrir okkur. Eða mannshugurinn mun alltaf verða betri að leysa heldur en gervigreindin. Það er gríðarlega mikilvægt að fyrirtæki leggi áherslu á endurmenntun og þjálfun og hlúi að starfsfólkinu vegna þess að þetta í raun og veru meika bara fullkomin business sense. Starfsmannamiðuð viðskiptastefna, hún leiðir til margvíslegs ávinnings. Hún auðvitað eykur þessa starfsánægju, eykur framleiðni, dregur að hæfa umsækjendur og svo framvegis, minni starfsmannaveltu og lægri þjálfunarkostnað. En það sem að við erum að hugsa þetta fyrst og fremst, það að draga til okkar hæfasta starfsfólkið á hverjum tíma. Áherslan okkar á sjálfbærni og hún tekur auðvitað með af markvissum fjárfestingum til þess að minnka okkar losun og ég get auðvitað nefnt ykkur ótal dæmi hvernig við höfum verið að nálgast þessa kolefnislosun hjá okkur en við náðum ágætis árangri í umfangi 1 og 2 á undanförnum árum og til dæmis frá árinu 2016 til dagsins í dag hefur losunin minnkað um 58%. Aðalatriðið að við erum að mæla þetta og við erum að horfa á þetta og til dæmis þá sjáum við að losunin okkar í fyrra og hún fer upp. Og hvers vegna það? Jú, vegna þess að við lentum í því slysi að það lag út kælimiðill hjá okkur. Hefðu við einhvern tímann veitt þessu athygli fyrir 5 eða 10 árum? Ég efast það, auðvitað er þetta slæmt mál. En aðalatriðið þetta að við erum með fókus á hausinn á því að mæla og meta kolefnislosun okkar. Ég dreg líka athygli að því að kolefnislosunin þarna frá 2020 hefur minnkað um 9% sem nú ekki alveg á skjáin. Jú, en á sama tíma hefur veltan aukist um 70%. Þannig að losunarkrafni teknanna hún hefur auðvitað minnkað mjög mikið. Og hér dæmi aðra fjárfestingu að árið 2016 þá keyrðum við alla framleiðsluna á olíukatli, þetta var það ódýrara. 2018 þá keyptum við rafmagnsketil og byrjuðum að nota hann í meira mæli og náðum smá saman að minnka olíunotkun í framleiðslunum okkar. En eftir því sem umfangi fór að aukast þá þurftum við að fara að keyra olíuketilinn aftur. Við fjárfestum í fyrra og kolefnislosun núna engin varðandi framleiðsluna á jarðefnaeldsneyti. Þannig að þetta eru dæmi og þetta getur líka nefnt dæmi fjárfestingu í rafmagnsstraukum. 40% af öllum bílunum okkar eru nú þegar komin á rafmagn
og ég náttúrulega líka ítreka sko, á þessu tímabili sem við sjáum hérna á skjánum hefur veltan aukist 90%. Þannig að, og frá 2020 þá erum við með 39% minnkun og veltan 70%. Þannig að þetta prýðist árangur. En aðalatriðið þetta að fyrir okkur sem í salnum og fyrir atvinnulífið í heild sinni að neytendur og viðskiptavinir að þeir eru sífellt umhverfis meðvitaðri og neytendur munu styðja þau fyrirtæki sem að setja sjálfbærni í vegferð, þau munu styðja og velja þau setja þau í forgang. Og fyrirtæki sem að setja sjálfbærni í forgang að þau óhjákvæmilega líka draga að sér fjárfesta og lánveitendur, hugsanlega á betri kjörum, þannig að þetta er auðvitað ágætis business. Að lokum vil ég segja það að það er sko mikilvægt að stjórnendur átti sig á því að áhersla á sjálfbærni er komin til að vera og verður alltaf mikilvægari þáttur í rekstri fyrirtækja. Það getur vel verið að það sé pirrandi að fá allar þessar reglugerðir að utan sem okkur finnst ekkert passa við íslenskar aðstæður. Það kann vel að vera að það sé pirrandi að sjá aukinn kostnað í kringum þetta verkefni, en við megum ekki láta hendur fallast. Þetta verkefni er endalaust og við þurfum bara að hagræða þá í rekstri og við þurfum að hagræða þá með stafrænni tækni og svo framvegis til þess að mæta þessum kostnaði, en þessi einlæga sjálfbærnivinna, hún mun að lokum skila sér í aukinni arðsemi og þau fyrirtæki sem að vinna af heilindum í átt að sjálfbærni, þau munu að lokum verða fyrsta val. Takk fyrir.